samráð tækifærin í Gufunesi og þá tekur til máls fyrstur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kveð mér hljóðs þessa tillögu tækifærin í Gufunesi sem þess efnis að borgarstjórn samþykki efna til samráðs við íbúa og hagsmunaaðila tækifærin í Gufunesi. Meðal annars verði fjallað framtíðarsýn og útivistarsvæði í grennd við Gufunesbæ, nýtingarmöguleika á svæði gömlu öskuhaugana og svæði áburðarverksmiðjunnar. Að þessu þurfa að koma býsna margir innan borgarinnar og utan, umhverfis- og skipulagssvið, ITR, SFS, skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar og hverfis- og Grafarvogs. Og tillagan gerir ráð fyrir því að þeim verði falið að útfæra verkefnið undir forystu skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar, en það verði unnið samhliða vinnu við hverfaskipulag fyrir Grafarvog. Aðeins Gufunesið. Ég frétti nú líklega fyrst af Gufunesi í bókunum Jón Odd og Jón Bjarna. Það er mjög eftirminnileg sena þegar þeir stálust upp á öskuhauga til þess að leita þar gersema. En þá var ég bara barnaaldri að láta lesa fyrir mig íslenska barnabækur þar sem ég var að alast upp í Osló. En það fylgdi reyndar sögunni að afi var að vinna þarna sem loftskeytamaður ekkert langt frá. Þannig að ég hef alltaf verið mikill áhugamaður Gufunesið og þetta sem í mínum huga framöndir aldrei var einhvers konar gimsteinasvæði og ég held að það láti nokkur nærri lagi núna. Þegar við horfum á tillöguna nýju aðalskipulagi og þetta svæði í heild sinni, þá eigum við þarna tækifæri sem að allt of lítið talað Gufunesið sem sagt nesið austur af Viðeyjarsundi, suðvestan Eiðsvíkur. Þetta var sjálfstæð jörð og kirkja, raunar Maríukirkja, strax 1150 og henni fylgdi kirkjugarður. Gufuneskirkja var raunar lögð niður 1886 en beinin úr kirkjugarðinum voru tekin árið 1968 og flutt í nýjan grafreit vegna byggingaframkvæmda áburðarverksmiðjunnar. Áburðarverksmiðjan, það reyndar mjög áhugaverð og sérstök saga. Ef ég kann hana rétt þá var áburðarverksmiðjan eitt af því sem að leiddi af Marshall-aðstoðinni sem var þróunaraðstoð Íslendinga eftir seinna stríð og kannski ekki hægt að fara út í hér en það má eiginlega segja að rekstur áburðarverksmiðjunnar hafi endað með hvelli því að það var þarna sprenging fyrir undir lok þeirra starfsemi og borgin keypti síðan verksmiðjuhúsnæðið en Faxaflóahafnir eiga svæði þar undir. En þar sunnan af var svæði nýtt sem urðunarstaður langt skeið, öskuhauga Reykjavíkur og það auðvelt að gleyma því þegar maður horfir yfir svæðið því að nú þarna útivistarsvæðið í Gufunesi og orðið hluti af Grafarvogshverfi. Eiðsvíkin og Geldinganesið eru samt þarna skammt undan og þar eru einhverja fallegustu ósnertu eða fallegasta ósnerta strandlengjan innan borgarmarkanna. Hvet alla til þess að fara og ganga þarna og skoða þessu En 1998 var í gamla Gufunesbænum stofnuð frístundamiðstöðin Gufunesbær sem heitir í höfuð á bænum og hún var lengi rekin af ITR en núna skóla- og frístundasviði. Frístundamiðstöðin hefur umsjón með fjölbreyttri frístunda- og útivistarstarfsemi á svæðinu en það deiliskipulag fyrir þann hluta svæðisins sem að miðar fyrst og fremst að því að styrkja margþætta möguleika svæðisins til útivistar og afþreyingarstarfsemi. Það tillaga að nýju aðalskipulagi sem að setur málefni Gufunes í spennandi deiglu. Gildandi aðalskipulag gerir ráð fyrir allu umfangsmiklum landfyllingum og þetta töluverðu svæði undir Sundabraut og nýja tillagan gerir það svo sem ennþá hvað Sundabraut varðar. En gerir ekki ráð fyrir landfyllingunum en heldur stefnir svolítið í nýja átt.
Það hafa verið settar fram ýmsar hugmyndir á undanförnum misserum og árum, meðal annars af einkaaðilum sem sjá ýmis tækifæri í að þróa golfvöll á landi öskuhauganna. Nefndu strönd mætti útbúa norðanvert á svæðinu sem myndi svipa til þeirra sem í Nauthólsvík og byggja upp hótel og veitingaaðstöð á þessum einstaka stað á höfuðborgarsvæðinu. Þeir sem fara svæði áburðarverksmiðjunnar skilja hvað fólk að hugsa, því að þarna gríðarlega magnað umhverfi. Þetta mjög nálægt Viðey og þessari ósnortnu strandlengju. Gufunesbær, eins og áður sagði, hefur þróað spennandi hugmyndir notkun nálægra svæða fyrir útivist og jaðaríþróttir og það þess vegna hugmyndir með þessari tillögu að reyna að ná utan þetta í heild sinni ásamt því að verði fókuserað á einstaka hluta svæðisins. Það miklir möguleikar sem liggja í uppbyggingu svæðisins fyrir fjölbreytta útivistarstarfsemi sem þarf þó ekki að útiloka til dæmis þessar hugmyndir hótel eða aðra starfsemi af ýmsum toga, blandaða byggð. Ég held við ættum ekki að útiloka heldur hugmyndir golfvelli á þessu svæði, en það þyrfti væntanlega að huga því að það myndi ekki þrengja að annarri notkun því að golfvelli getur auðvitað tekið mjög mikið pláss. Og þess vegna þarf að leggja svolítið vel yfir þetta áður en við tökum af skarið með einhverja þætti í þessu. Veðurfarsathuganir benda til þess að það sé heldur vindasamar á þessu svæði en til dæmis við ylströndin í Nauthólsvík og hugsanlega ylströnd í Gufunesi sem myndu auðvitað snúa í norður og það þetta velta fyrir sig hvort að veðri sé nægilega gott eða skjólgott, en auðvitað mætti líka hugsa sér að það yrði gripið til einhverja aðgerða til þess að auka skjól og í aðalskipulaginu til dæmis opnað á heilmikla gróðursetningu á Geldinganesi til þess að reyna að mynda betra skjól fyrir norðanstrengnum. Það heldur ekki búið að leysa öll mál eins og ræsismál sem komin á tíma á svæðinu og afgangsvatn þyrfti að sækja nokkurn spöl ef að hugmyndin var að hita upp ylströndina. En á grundvelli aðalskipulagsins sem sagt spennandi og eðlilegt að gera ráð fyrir opnu samráði við íbúa og hagsmunaaðila. Tillagan gerir ráð fyrir því að því koma öll lykilsvið borgarinnar sem að eiga hluta máli ásamt hverfisráði Grafarvogs og það svolítið, það má alveg velta vöngum og brjóta heilanum það hver eigi að leiða slíkt samráð, en hér samt lagt til að það veri skrifstofa eigna- og atvinnuþróunar. Ekki vegna þess að það sé eini kosturinn sem komið til greina, heldur vegna þess að þá hugsunin svo að líta á þetta sem þróunarsvæði og síðan ef að upp kæmi að deiliskipuleggja þyrfti hluta svæðisins eða gera nýtt deiliskipulag, að þá væri það verkefni auðvitað á forræði umhverfis- og skipulagssviðs. ITR kemur að málefnum íþrótta og jaðaríþróttum sem hafa verið með mikinn fókus þarna. Skóla- og frístundasvið auðvitað Gufunesbæjar þættinum og hverfisráð Grafarvogs auðvitað lykilhagsmunaaðili í þessu. Svæðið mjög umfangsmikið og kannski umfangsmeira heldur en fólk almennt átta sig á. En þeir sem hafa reynt að hlaupa þarna hring, þeir átta sig fljótlega á því að þetta býsna stór hringur sem þarf að hlaupa ef þá að fara í kringum allt svæðið. Og þess vegna að mörg að hyggja. Strandlengjan og fjaran sérstaklega mikilvæg þarna að mínu mati og það þyrfti að tryggja almenna notkun hennar, jafnvel þó að einstakir hlutar yrðu notaðir í eitthvað annað. Það má auðvitað mjög vel hugsa sér að ekki bara velta fyrir sér þessu svæði heldur taka Viðey inn í myndina, því aðalskipulagið gerir ráð fyrir tengingu þann stutta spöl sem frá bryggjunum við áburðarverksmiðjuna og yfir í Viðey og þá auðvitað opnast alveg nýjar víddir á þessu svæði.
Umferðarmannvirkin sem þessu myndi tengjast myndi þá nýtast betur og það væri auðvitað að tengja það við almenningssamgöngur heldur en nú er gert. Hafnarmannvirkin sem eru þegar til staðar eru komin nokkuð á tíma en þau gætu þó gefið svæðinu mjög skemmtilega möguleika, til dæmis varðandi alls kyns vatnasport sem að þegar hafa byrjað að þróast þar sem að eyðið yfir í Geldinganes er til dæmis kajakklúbburinn, en það mætti alveg hugsa sér meiri þróun í þá veru, vatnaþotur og aðrar svona vatnaíþróttir. Með fjölbreyttari notkun og svona meiri kynningu og hugsun að þá gætu líka opnast betri möguleika til veitingareksturs á svæðinu og þá þróun mætti hugsa sér kannski svolítið svipað og gerðist í Nauthólsvíkinni með Ylströndinni og veitingarekstrinum þar. Þetta getur orðið mjög jákvætt fyrir hverfið þarna í kring en það geti líka verið þarna svolítið spennandi þróun í samspili nýrrar íbúðabyggðar og atvinnusköpunar. Ef að þarna verið hótel að þá gæti þetta verið áhugaverð leið til þess að dreifa álagi ferðamanna á fleiri staði og auðvitað mætti jafnvel hugsa sér að tengja svæðið eitthvað við komur skemmtiferðaskipa eða einhvers konar bátastrætó sem gæti farið Sundin blá yfir til Viðeyjar, yfir í Gufunes og aftur niður að Hörpu eða niður í gömlu Höfn, einhvern svona hring. En það hefur vantað svona akkeri þarna megin í borginni til þess að gera slíka hringsiglingu raunhæfa með einhverjum fjölda fólks eða farþega öllu heldur. Og þess vegna er það mín trú að góð vinna varðandi þessar hugmyndir gæti leitt af sér áhugaverða fjárfestingu í svæðinu, endurgerð gamalla húsa og ætla ég aðeins að leyfa mér að stikla frekar á þessum 3 svæðum sem að koma til skoðunar. Í fyrsta lagi er þetta sem þetta útivistarsvæði í kringum Gufunesbæ. Það er skilgreint sem borgargarður Grafarvogsbúa og borgarbúa allra í nýju aðalskipulagi og Grafarvogsbúar nota svæðið þarna töluvert mikið nú þegar með árlegum brennum áramót og 13. fyrir Grafarvogshátíðina og gönguferðir. Í gegnum Gufunesbæ er líka fjöldi hópa sem að nýta svæðið og í kringum frístundamiðstöðuna hafa verið uppi hugmyndir að koma upp aðstöðu fyrir alls konar jaðaríþróttir eins og klifur og hjólabrettahús og svo framvegis. En þarna er líka nýkomið grill og önnur aðstaða meðal annars byggt á hugmyndum íbúa sem að hlutu brautargengi í kosningunum betri hverfi. Og við gerum ráð fyrir því á 5 ára áætlun að þarna megi byggja upp smátt og smátt með það bil 20 milljónum króna á fjárfestingaáætlun á ári til að þróa svæði í kringum Gufunesbæ. Það má geta þess að Rotary klúbbur Grafarvogs hefur verið með hugmyndir skógrækt og fóstrun á hluta svæðisins en þarna á næsta leiti auðvitað bæði skemmtigarðurinn og adrenalíngarðurinn sem að sérstakir samningar í gildi Þarna var líka tíma gert ráð fyrir uppbyggingu í þágu Fjölnis en þegar Egilshallarsamningurinn var gerður þá var tekin svo ákvörðun að horfa frekar til þróunar þar í kring. Nú svæði gömlu öskuhaugana er líka mjög stórt og spennandi. Það er gamall urðunarstaður og þess vegna er ljóst að þar verði ekki byggð hús eða mannvirki nema með þá sérstökum varúðarráðstöfunum og það getur verið að það sé nauðsynlegt að ráðast í frekari rannsóknir varðandi framtíðarafnot af þessu svæði. Mælingar og áhættumat hafa verið gerð á undanförnum árum og skýrsla frá Línuhönnun frá 2007 dregur þetta ágætlega saman. Langar til að vitna þess í hana með leyfi forseta. Vegna fyrirhugaðrar breyttrar landnotkunar á hluta af urðunarstaðnum í Gufunesi var ákveðið að meta hugsanlega áhrif mengunar á heilsu fólks tengt starfsemi. Urðunarstaðurinn tók við fjölbreyttum úrgangi á tímabilinu 1967 til 1991 meðal annars spilliefnum. Samsetning hauggas var mæld og sýndi að urðunarstaðurinn er enn í metanfasa en þó er líklega mesta gasframleiðslunni lokið.
Snefilgos mældust ekki háum styrk í mælihólum og gas greindist ekki á yfirborði svæðisins. Ekki talið að gas ógni heilsu fólks sem undir berum himni en ýmissa varúðarráðstafanir þörf. Sigvatn inniheldur mengun en ekki talið ógna heilsu fólks á yfirborði svæðis. Jarðvegur yfir úrgangi er nokkuð mengaður olíu og öðrum efnum og varaði við röskun hans. Óhreyfður ætti jarðvegurinn ekki að ógna heilsu fólks sem mælti með nánari athugun hans. Mælti með að þjónustubyggingar séu staðsettar utan urðunarsvæðis nema gripið sé til sérstakra hönnunar og varúðarráðstafana. Vænta má nokkuð sigs á yfirborði nokkuð vel gróið og ekki merki rof, skrið eða leka sigvatns og mælt er með frekari athugun og langtíma eftirliti tilvitnunar. Þannig að við munum fara varlega varðandi nýtingu á svæði gömlu öskuhaugana en það er stórt og það er spennandi. Nú á svæði áburðarverksmiðjunnar er einkum gert ráð fyrir starfsemi á sviði endurvinnslu og meðhöndlun úrgangs eins og núna er til staðar. Þessi starfsemi er þó víkjandi á svæðinu samkvæmt tillögu að aðalskipulagi og stefnt að breyttri landnotkun í Gufunes og seinni hluta skipulagstímabilsins með blandaðri byggð og þrifalegri starfsemi eins og þetta er orðað. Og þetta svæði er því mjög verðmætt fyrir framtíðar uppbyggingu. Eins og áður sagði þá er áburðarverksmiðjusvæðið í eigu Faxaflóahafna en Reykjavíkurborg keypti áburðarverksmiðjuna og er þess vegna með lóðaleigusamning á svæðinu og sú þróun sem núna er framundan er auðvitað ekki hafnsækin þannig að þarna hlýtur að koma til skoðunar að borgin taki við og kaupi leysi til sín lóðaréttindi af Faxaflóahafna. Mér finnst vera sterk rök fyrir því að varðveita stórar og svipmiklar byggingar áburðarverksmiðjunnar og standa þannig vörð karakterinn og staðarandann og söguna sem að þessar byggingar geyma, en þær eru mjög spennandi til að nýta á nýjan hátt. Og ég held að það átti sig allir á því sem að heimsækja þennan stað og ganga hérna svolítið Íslenska gámafélagið hefur verið með þetta svæði á leigu undanfarin ár. Það er í eðli sínu skammtímaleiga og leigusamningarnir renna út árið 2018 og hægt er að segja þeim upp fyrr ef að félaginu er lögð til aðstaða annars staðar. Íslenska gámafélagið hefur heimild til að leigja út frá sér og nokkur fyrirtæki er á svæðinu og í flestum tilvikum eða öllum er að ræða einhvers konar endurvinnslu. Þannig að þessi starfsemi er út af fyrir sig jákvæð fyrir borgina en þegar maður horfir aðeins lengra fram í tímann að þá er augljóst í mínum huga að þarna verði eitthvað annað. Og það þarf núna að setjast yfir í þessu samráði hvað það ætti að vera, í hvaða skrefum og áföngum eigi að fara í umbreytingu svæðisins og hvaða tækifæri svæðið í heild felur í sig fyrir borgina, fyrir Grafarvog og fyrir framtíð Reykjavíkur. Því er mælt fyrir þessari tillögu hér. Aðalskipulagið kemur til kasta borgarstjórnar í næstu viku og þetta verkefni ætti að vera eitt af þeim sem er spennandi að fara af stað með, botna í tengslu við hverfaskipulag og aðra framtíðarsýn fyrir Grafarvogshverfið og þetta svæði og þannig verðum við betur tilbúin til að taka afstöðu til ýmissa þeirra hugmynda sem eru upp á borðum nýtingu svæðisins og leggja línur þannig að verði til farsældar fyrir Gufunesið, Grafarvoginn, allan austurhluta Reykjavíkur en auðvitað síðast en ekki síst Reykjavík í heild. Og hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason næstur á mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Hérna liggur fyrir borgarstjórn prýðileg tillaga það að efna til samráðs við íbúa og hagsmunaaðila tækifærin í Gufunesi. Hérna vissulega spyr maður sjálfan sig þegar maður sér slíka tillögu og ágæta greinargerð sem fylgir henni. Hvernig á því stendur að þessi tillaga hafi ekki verið unnin áður en aðalskipulagið er lagt fram.
Nú verið að leggja til að fara í samráð og vinna heildstætt að því að búa til ný tækifæri, spennandi tækifæri eins og stendur í greinargerð. En það nú akkúrat þetta sem að tilheyrir því að undirbúa gott aðalskipulag. Það að segja að fara þá út í hverfin, leita eftir hugmyndum, vinna þær áfram en ekki eftir á. Aðalskipulagið auðvitað það tæki sem á að nýta til þess að skapa tækifæri, koma með nýja landnotkun og gera hluti. Ég ætla nú samt ekki að fara að gera eitthvað mál úr því. Mér finnst ágætt að það skulle vera farið að líta á þetta svæði. Það tilefni til. Ég hef komið þarna nokkrum sinnum og gengið og átt þangað líka erindi og það ótrúlega spennandi og fjölbreytt byggð þarna, landslag og möguleikar inn í framtíðina. Þannig að það engin ástæða til annars en að taka bara undir það að hér má gera ýmislegt gott, þó að auðvitað sé svolítið seint í rassinn gripið að fara að gera það þegar aðalskipulag Reykjavíkur að koma hér til samþykktar í borgarstjórn, væntanlega eftir viku. En gott og vel, það verið að gera ráð fyrir því að haft verið samráð við hinn og þessa og umhverfissviði og skipulagssviði ITR, SFS, SEA og hverfisráði Grafarvogs er falið að útfæra verkefnið undir forystu SEA sem skrifstofa eigna og atvinnuþróunar, því að borgarbúar auðvitað flestir veitum ekki hvað SEA þýðir, SFS, ITR eða SEA og svo framvegis, ÖSK. Þannig að það nú rétt að fara að setja einhver orðabók hérna á stað svo fólk veitir hvað við erum að tala. Ég sé hins vegar hvergi þessari tillögu að það má vera að hún sé einhverstaðar þess geti hér í tillögunni að íbúasamtök Grafarvogs eigi að koma þessu vissulega tala hér samráð við íbúa en einhver sterkustu íbúasamtök borgarinnar einmitt í Grái. Og ég verð að segja það að ég leita oft til þeirra samtaka þegar ég að leita eftir áliti þeirra og ráðgjöf vegna ýmissa mála sem að uppkoma og þau hafa einmitt látið þetta svæði til sín taka. Þannig að það má vera eins og segja að í þessari löngu greinargerð sem frekar skýrsla heldur greinargerð og mestu leyti tekið upp úr því aðalskipulagi sem tillögu aðalskipulag sem nú liggur fyrir að þeirra sé einhvers staðar getið en ég bara hef ekki tekið eftir því og það þá rétt að einhver komi hér og leiðrétti það ef svo er. En að öðru leyti að þá auðvitað þegar aðalskipulaginu flett þá auðvitað sjá menn að það harla lítið fjallað akkurat þetta svæði í því. Það svona bara skautað yfir söguna Thor Jensen og kirkjur staðarins frá einhverju aldaöðli og svo framvegis eitthvað svona almennt það hvernig þetta allt saman var í fyndinni en það ekki neitt nýjar hugmyndir. Þannig það ágætt að menn átti sig á því þegar farið yfir þetta skipulag og leiti nýrra leiða og ég auðvitað tek þá undir það og getur enginn verið á móti því að leita sér leiða og haft sér samráð við íbúa, fyrst og fremst íbúa, en síður kannski öll þessi svið borgarinnar eins og það sé einhverju sjálfstæðir aðilar að leita til SFS, ITR, ÖSK, SEA, hverfisráðs og svo framvegis. En gott og vel. Ég hef trú að því að hér sé meiningin góð á bak við þetta og mennum átt að segja því að það þurfa að gera meira heldur en stendur í aðalskipulagi. Ég get ekki annað að fagna því að svo sé. Þá borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið máli sínu og þá borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég langaði nú bara aðeins að ræða almennt Gufunesið og eins og framkom í máli borgarfulltrúa Dags B. Eggertssonar að þá felast gríðarleg tækifæri og þetta náttúrulega svona svæði sem að í rauninni erfitt að fjalla nema í sögulegu samhengi. Þarna voru náttúrulega öskuhaugar Reykjavíkur og þangað ég segi margir af minni kynslóð fóru nú oft á öskuhaugana í ævintýraferðir, þeir sem eru fæddir og uppaldir í Austurborginni.
þá fór maður í ævintýraferðir á Öskuhaugana og sá þar ýmislegt sem maður sá ekki annars staðar, eins og rottur og sem eða mér fannst spennandi á þeim tíma og mörg skemmtilega ævintýri sem að gerðust á Öskuhaugunum og síðan var það jú þannig að og það er gaman frá því að segja að ég eignaðist mína fyrstu búslóð á Öskuhaugunum og því að þetta var jú þannig að þetta var löngu fyrir tíma endurvinnslu og gámastöðva og svoleiðis, þannig að fólk fór bara með stóla og eldhúsinnréttingar og sófasett og allt og henti því bara öllu þarna og svo kom jarðýta og ýtt yfir og ég fór nú oft svona því að ég hafði gaman að því að fara þarna sko, og svona róta í drasli og þetta var svolítið svona eins og hvað maður að segja, svona eins og já, áður en að góði hirðirinn kom til þá var ég svolítið góði hirðirinn og já, ég eignaðist algjörlega, ég möbleraði fyrstu íbúðina mína algjörlega með dóti af Öskuhaugunum og það var svo magnað að svo var ég þarna og var að róta eitthvað í drasli og fann ferðatösku sem var nú ekki óvenjulegt en þess að fólk hendir náttúrulega ferðatöskum eins og öðru og í þessari ferðatösku var ein bók sem var handskrifuð galdrabók og sem sagt með íslenskum galdratáknum, handteiknað og handskrifað. Það var handrit að galdrabók og það var bæði sem sagt hvítigaldur og svartigaldur og þetta var mjög merkileg bók og ég er náttúrulega löngu búinn að týna henni eða einhver búinn að stela henni frá mér eða eitthvað svoleiðis þannig að en þetta var nú svona bara í framhjáhlaupi tækifærin í Gufunesi eru óendanleg og ef það er hægt að vera með öskuhauga og innbú, ég meina hvað er ekki hægt að gera? Það er náttúrulega bara endalaus tækifæri og ég tek undir það að það eru mörg tækifæri. Eitt tækifæri sem að ég hef, eða einn möguleiki sem að ég hef oft velt fyrir mér og hann er sá sem sagt hvort að ekki væri hægt að skoða möguleika á því að leggja göngustíg úr Gufunesi eða brú yfir í Viðey og það myndi náttúrulega stækka auka útivistar möguleika til mikilla muna og ef að fólk þekkir til að þá er mjög grunnt þarna. Þetta eru á fjöru þá má nánast vaða frá Gufunesinu og út í Viðey. Það er mjög grunnt, það er mikið grynningar og sker. Þannig að mér finnst það mjög áhugaverð hugmynd að þetta er nú gert í Geldinganesinu. Það er náttúrulega ákveðin rif eða ákveðin tenging og hún var nú þannig í eina tíð að það flæddi yfir á flóði en á fjöru þá var gengt út og ekki ósvipað og er með Gróttu í dag. Já, ég held að það væru margir möguleikar í því. Ég tek undir með borgarfulltrúa Júlíusi Vífilli Ingvarssyni varðandi skammstafanirnar allar. Þær geta oft verið ruglandi
skammstafanir og kannski eigum við að ræða það sérstaklega og hafa einhverjar reglur þannig að fólk verði ekki ringlað í skammstöfunum og tala nú ekki ef að fólk er með lesblindu, að þá getur skammstöfun, einföld skammstöfun sem er eitthvað sem er gert til einföldunar getur orðið til óþæginda og segjum að maður sé að fara á fund með KSÍ en haldi að maður sé að fara á fund með KFC. Þetta getur ruglað fólk í rýminu og síðan langaði mig líka varðandi sko meira samráð að þá dettur mér í hug líka að við mættum kannski skoða að nefna sérstaklega Skógræktarfélag Reykjavíkur því að ég sé það hvergi tekið fram sérstaklega að það eiga eitthvað samráð við Skógræktarfélag Reykjavíkur og ég sakna þess þegar ég les þetta og og ég myndi vilja að við kannski skoðum það og möguleika því að það eru aðilar sem ég held ég að gætu haft mikla skoðanir á þessu svæði. Takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúinn Eva Einarsdóttir næst og síðust á mælendaskrá. Kæri forseti, kæri borgarfulltrúar, mér finnst mikilvægt að stíga hérna rétt upp og fara yfir, eða hvað ég segja, fagna því að þessi tillaga sé komin fram. Mér finnst það mjög spennandi. Ég hef fylgst lengi og vel með uppbyggingu þá sérstaklega Gufunesbæjar frístundamiðstöðvarinnar og þess sem hefur gerst kringum hana sem það er bara mjög gaman ef að fólk kynni sér málin að sjá uppbygginguna sem þar hefur átt sér stað. Nú, mér finnst mjög mikilvægt og eins og kemur fram á fyrstu blaðsíðu tillögunnar að þar er einmitt talað að efna til samráðs við íbúa og hagsmunaaðila og hér var verið að tala að það væri mikilvægt að hverfisráð væri með og það er svo sannarlega það sem að þessi tillaga felur í sér. Það kemur hér inni undir ótvíræð tækifæri og mikilvægi samráðs að í tillögunni sé gert ráð fyrir að umhverfis- og skipulagssviði vinni með hverfisráði Grafarvogs og það vill svo til að reyndar að formaður hverfisráðs Grafarvogs er ekki hér í dag en þannig að við erum öll sammála það held ég að mikilvægi samráðs sem skiptir máli enda uppbygging í þessu hverfi skiptir íbúana hvað mestu. En ég trúi því að þetta sé ekki eingöngu útivistarsvæði fyrir íbúa Grafarvogs heldur held ég að séu miklir og stórir möguleikar á að nýta þetta svæði fyrir alla höfuðborgarbúa og til því að við þurfum að stíga varlega til jarðar þegar við erum að skoða þau tilboð sem berast inn frá einkaaðilum, hvernig við nýtum þetta svæði. Þetta er mjög mikilvægt svæði og mun reynast okkur mikilvægara þegar framlíða stundir. En mér finnst líka mikilvægt að við skoðum þær hugmyndir sem þegar eru til á borðinu. Það kemur fram í tillögunni eða greinargerðinni að ýmsar hugmyndir hafa þegar litið ljós og mikilvægt að skoða þær og sjá hvað íbúarnir sjálfir og fólki sem vinnur þarna á vettvangi hafa verið að þróa síðastliðin ár. En mér langaði bara svona að koma upp. Ég held að þetta sé mjög jákvætt fyrir Grafarvog, fyrir Reykjavík. Okkur vantar fleiri skemmtileg útivistarsvæði. Ég er alveg á því og ég held að framtíðin sé björt upp í Grafarvogi. Þá hefur borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir lokið máli sínu. Þá ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Við berum þá tillöguna upp og langar mig að biðja borgarfulltrúa að ganga inn í sal borgarstjórnar. Þá berum við þessa tillögu upp
um samráð um tækifæri í Gufunesi og þeir borgarfulltrúar sem samþykkja hana vilja gefa merki. Hún telst samþykkt samhljóma.